út í sveit í samlyndi við alla skepnurnar með búfé á beit og gaggandi hænurnar. Ég mokaði flór, mjólkaði kýrnar og gaf þeim hey. Það þýddi ekkert slór, því þá bauluðu þessi grein. Á traktornum satt ég og tímunum saman. Úðandi hlandfór og dreifandi ský. Ég að fara í kjallarann, Þjóðleikhúskjallarann. Ég ætla svona aðeins að tala við þá hérna í Mið-Íslandi. Því ég ætla að taka smá pröfu hjá þeim á því ég að gera þarna sýninguna Latti lengi lífið. Og ég veit að ég er nú alveg grútfeiminn með þá, sko. Þetta eru náttúrulega ungir strákar og svona og ég ætla að fá að hlaupa inn á sviðið, bara óvænt. Og ég ætla að koma með eitthvað smá svona það sem ég að pæla og gá hvernig það virkar. Auðvitað maður er sko komin í eldri kantinn á þessu. Búinn að vera í bransanum í þessu 40 ár. Sko, nú er ég farin að gráta. Ég get svarað með að þú veist, maður er svo stressaður að ég fer að gráta. Ég er sem sagt fæddur og uppalinn í Hafnarfirði. Fæddist á Nönnustíg 13 í heimahúsi. Þannig að ég er ekta gablari eins og kallast sem fæddist í heimahúsi. Og ég gekk í Lækjarskóla, Hafnarfirði og fór svo í Flensborg eftir það, eins og flest allir, og þaðan í Iðskóla Hafnarfjarðar. Nú, þegar ég var lítill á sumrin, þá fór ég oft austur í sveit, var þar hjá afa og ömmu minni, sem var mjög skemmtilegt og bjargaði mínu lífi eiginlega, má segja. Ég var nú í sveitinni alveg til minnst á svona 10 ára aldurs, eitthvað. Þá man ég að við mamma flutti upp á Elliðavatn, fekk vinnu þar, svona sér geðdeild frá Kleppi og vorum þar í heilt ár, gekk í skóla á Jaðri. Það er búið að úthýsa Lata og breyta kóðanum. Heyrðu, það er búið að breyta kóðanum og ég kemst ekki inn í Þjóðleikhúsið. Svakarætt maður. Og þetta var mjög skemmtilegu tími þarna. Þetta var svona geðdeild, voru svona rólegir kallar sem voru þarna, mjög skemmtilegir. En ég er komin inn. Nú, eftir það, þá flutti mamma með okkur og fórum til Hveragerðis þegar ég var svona 13 ára. Þar var hún að vinna á Hótel Hveragerði, gamla hótelinu sem var þar. Gekk náttúrulega í skóla þar og gerði allt vitlaust, eins og venjulega. Var alltaf með eitthvað fíflalæti og þar var í fyrsta sinn sem ég steig á fjöl og gerði grín. Það var svona skólaskemmtun sem var í og menn fengu okkur, mig og annan strák, til að búa til svona grínatriði. Það sló svona rosalega í gegn, þannig að við vorum pantaðir á alls konar kvenfélagsskemmtanir og svona og það var í fyrsta sinn sem ég fekk smá pening fyrir að koma fram, 500 krónur. Litli pöbbinn er að leikara í Þjóðleikhúsinu, koma hér saman eftir hverja sýningu og bera saman bækur sínar, ætlaði ég að segja, fyrir ekki. Nú síðan fluttum við bara aftur í Hafnarfjörð, þarna er ég bara orðinn unglingur og bara fermdist þar eins og flest aðrir. Nú bjó svo í Hafnarfirði alveg til tvítugt þegar ég flutti í burtu og var þá byrjað að búa og eignast börn. En auðvitað er ég alltaf hafnfirðingur og verð alltaf hafnfirðingur, gablari. Það er alveg klárt. Semurinn. Áttu ís. Þegar ég var gallari í þetta verkefni með Kalla og að gera sýningu með Latta, þá langaði okkur öllum sárlega og mikið til þess að búa til leiksýningu með Latta, hans feril, hans innri mann og svo videre, en ekki búa til, hvað ég vil segja, típiska Latta sýningu. Ég hef satt engan áhuga á því, ég er bara búinn að vinna svo mikið með Latta sem skemmtikraftur og við þrír saman búandi til svona sjó. Þar er Latti algjörlega heimavelli, það kann hann, það er hann búinn að sýna okkur með frábærum hætti eins og til dæmis bara Latti 60. Okkur langaði að gera og ætlum okkur að gera mjög, og erum að reyna að gera mjög skemmtilega, fyndna sýningu, en kannski fyrst og fremst sýningu
sem með svona kviku latta innanborðs. Það er það sem að drífur mig áfram í því að gera þessa sýningu. Sýna kannski svona, já, stundum hina hliðina á latta. Jói, þetta er eitt sem hefur svona, já, mest vit á svona sýningum í æfinlega. Hann er líka svona hálfgerður umboðsmaður líka. Þannig að ef mig gengur vel þá veit maður aldrei. Hlið sem að Latti hefur kannski ekki sýnt okkur og það er svona skemmtileg glíma að toga það svolítið upp úr honum. Hann gerir sér alveg grein fyrir því að það þarf að hafa fyrir því, það er ekkert sjálfgefið. Mér líkar þessi vinnur. Þetta er mikil áskorun og auðvitað erum við að taka séns, en það var ekkert gaman að leikhúsi ef maður tæki enga sénsa. Þá var leikhúsi búið bara daginn eftir. En við erum vonandi að ögra okkur og öðrum leið. Er eitthvað vitið að vera að byrja upp á nýtt núna? Já, þú meina það? Já. Er þetta ekki bara... Já, bara segja þetta er orðið gott. Þú veist, þú varst nú bara í golfi daginn. Já, auðvitað er maður í golfinu svona, en ég veit það ekki, sko. Strákarnir blödduðu mig í það. Hlutverkin voru svona ákveðin fyrir hann. Ég ætlaði að skrifa handritið, Siggi ætlaði að reikstýra þessu, Laggi Blatti ætlaði að leika þetta. En þar fyrir utan þá kannski vissum við eiginlega ekki neitt hvað við ætluðum að gera. Jæja, þetta er það sem hljóðmenn elska mest. Það er að fara inn á mann, káfa á manni. En ég hélt að það væri skemmtilegast að gera þetta við stelpur en... Jú, vissulega. Já, en ég er nú... Guð, ég er nú Elsa Lund. Ok. Þannig að við byrjum svona á því að átta okkur að því hvað okkur langaði til að gera og alla langaði okkur til að gera kannski svolítið öðruvísi sýningu heldur en við hefðum gert á. Mig langaði til að skrifa eitthvað allt öðruvísi heldur en ég hefði skrifað. Og svo framvegis og Latti vildi gera sýningu sem væri einmitt ekki eins og sýningarnar sem hann hefur gert fram að þessu sem hafa verið mjög flottar og gríðarlega vinsælar. En honum fannst tími til komin að búa til eitthvað sem væri kannski smærri sniðum og kannski svolítið persónulegra heldur en það sem hann hefði gert áður. Er ekki kvenhlutverk eða? Jú. Nei, já, ok. Elsa Lund fékk það hlutverkið, sko, fyrirgefðu. Hérna Kalli, því þú hefur nú haldið pennan, eins og handriti hérna. Titillinn á þessu, hvaðan kemur hann? Latti lengi lífið? Já, hvernig verður hann til? Svona fyrstu hugmyndir sem við fórum að henda okkar á milli var þetta svona hvað er fyndið? Akkur hlægjum við? Já. Og þá kemur svona, einhver pæling, hlátur, hvað er hlátur? Akkur hlægjum við þegar okkur finnst eitthvað fyndið? Og hlátur er bara einhvers konar ósjálfrátt viðbragð, en auðvitað þetta gamla orðtæki, hláturinn lengi lífir. Hvað er þessi leiksýning, Latti lengi lífir? Geturðu svarað mér? Já, ég get alveg reynt það. Ég meina, sýningin hún er eiginlega Latta. Eiginlega. En án þess að þetta sé endilega ævisaga hans, þá er þetta samt sem áður svolítið verið að leita að persónu Latta innan allt persónu galleríið sem hann hefur búið til. Ég myndi alveg svara þessu svona líka í þessa veruna. En það er líka þó að þetta sé svona persónuleg sýning Latta hans líf, svona. Á þess að þetta sé svona hrein og klár ævisaga. En það var þetta líka náttúrulega bara ekkert okkur, bara svolítið svona í víðri merkingu. Hvað er hlátur, hvurslags tegundra gríni, alþjóðlegt grín og svona svo. Hvað er húmor, hvers konar húmor og af hverju hlæja við þessu? Af hverju er einhver fjalar, af hverju hlæja honum? Af hverju hlæja honum, já, algjörlega. Mér finnst þetta mjög... Og þetta er, já, eins og mér finnst alltaf, við erum að leita að svörum með þessu. Og þetta er svona, finnst mér alltaf að svona, þar sem við erum staddir í dag í vinnunni, svona kannski svona áhugaverðast og skemmtilegast að velta þessu fyrir mér. Hvað er, af hverju? Af hverju? Já, og mér finnst þetta persónulega voðalega skrítið að vera að tala við fólkið mig, eða hver er Latti? Ég er að spyrja, mér finnst það voðalega skrítið, sko, en samt er þetta svona, má segja kannski, þetta er leitin að Latta. Já, svolítið leitin að Latta. Það getur nú verið titill á þessu leikriti. Latti lengi lífið, undirtitill, leitin að Latta. En mér langar að koma inn, skjótast inn og pröfa eitthvað smávegis atriði og vita hvernig ykkur finnst. Já, ég bara... Heiðurinn er það? Ok. Þetta er bara... Það er fínt, sko. Þetta er svona...
comedy club stílinn sko, we have a special guest tonight, ladies and gentlemen. Please give a good hand for Jerry Seinfeld. Það kemur einhver svona algjör kempa inn. Hvaða mál var þetta? Þetta var hérna American. Já, ég kann dönsku sko. Já, ég kann hann ekki. Mjög svipuð. Þannig tala ég bara ensku í dag. Já. Weekend og babysitter. Já. En sko, það náttúrulega algjörlega geggjað að fá mig til að gera það. Já, ok. Við erum að vinna í handritinu og svona reyna að klára það og samfara því erum við nú byrjaðir að svona aðeins að leika okkur niður í Hörpu. Þetta verður sem sagt sýnt í Kaldalóni, í Hörpu. Og við erum bara þessa dagana að æfa bara og ég bara að reyna að læra textan minn og svona og samfara því að við erum að halda áfram með handritið. Við improviserum eitthvað á tölum saman og Kalli fer svo og skrifar og kemur svo aftur og við förum yfir það og styttum og bætum við. Þannig að það er alltaf verið að, handritið er alltaf að þróast og þetta er svona mjög skemmtileg vinna vegna þess að þetta er svona eiginlega allt öðruvís heldur en ég nokkuð tímann gert áður. Fáránlegt konsept að spyrja mig hvort ég gæti látið svo lítið sem kannski leyft honum að fara upp á svið. Þetta er gjörsamlega galin hugmynd að steilla því upp að ég segi eitthvað, já ég þarf að hugsa um það. Hvað viltu taka? Hvað er hérna? Þetta er spurning bara hvað virkar, sko, ef við verðum að hafa eitthvað, sko, það er svo ýmislegt. Það er ekki hægt að taka allt, sko, því það vantar þá samhengið og... Já, og ekki taka náttúrulega hvað sem er. Svo þétt, það er algjört myrkur í salnum, allir eru óhulltir, allir einhvern veginn horfa allir í sömu átt. Já. Og hlæja. Nei. Sjálfum það, hæ? En þú varst með sýningu í Borgarleikhúsinu. Já. Frumsýndir þú varst 60. Já. Já, Latti 60. Latti 60, já, hún hét það bara. En þetta gekk eitthvað alveg von og vitið eða hvað? Já, þetta gekk alveg í rúm 2 ár, sko. Svona í heildina. Já, rúm 2 ár, já. 130 sýningar ef ég man rétt. Já. Hvernig sýning var það? Hvernig myndir útskriða? Að því nú vorum við að vinna þessa sýningu? Já. Þetta er náttúrulega óbúrslega allt öðruvísi. Þetta var svona meira, hvað ég vil segja, þarna var ég með flest alla karakterina mína, þannig að þetta var nokkuð svona uppgjör við þá. Ég var svona að klára, þetta var svona the best of. Ég náttúrulega sá sýninguna, munurinn þá á sko Latti 60 og svo við tölum aftur Latti lengi lífið. Það er... Og þú segir að það er uppgjör við karakter og allt það. Við erum auðvitað ennþá sko, fólk verður ekkert svikið af því á nýju sýningunni þinni að karakterinir koma vissulega við sögu. En með öðrum hætti. Já, þetta var kannski meira efnið sem svona, það var bara að klára og henda. Svona að þú veist, það verður ekki nota meira. En það var eitt hérna, því að ég kíkti hérna til inn á sviðið einu sinni og það var nú áðans að þú vissir af því. Og ég veit ekki hvort að þú séð þetta sig ekki. En sko, þetta var svona einhver hrekkjabræð hjá sviðsmönnum, held ég, eða þeim sem stóð að sýningunni, sýningarstjóra á einhverjum svona. Að ég man ekki hvort að sýningum var 80 eða 90 eða 130 eða hvað það var. Nei. Að þetta var einhver tímamót. Var þetta ekki 100. sýningin bara? Gæti að vera 100. Já. Að þá fengu þeir mig til að koma sem Eyjólf. Já. Og birtast á sviðinu án þess að náttúrulega Latti hefði hugmyndið. Ég hafði ekki hugmyndið þar. Og það var alveg lygilegt að ég sá í svona 1,5 sekúndu að þeir brá pínlítið en svo bara byrjuðum við að spinna og það varð úr þessu bara einhvern atriði sem að enginn átti vona og ekki ég og ekki þú. Nei. En það varð bara til svona snirtilegu skets. Já, þetta er einhvern veginn small saman. Small einhvern veginn bara. Ég get vel ímyndað mér að það var kannski Latti sem var að bregðast við þessa sekúndu, 1,5 sekúndu þarna. Síðan held ég að sko Magnús hafði bara tekið við. Svo tók bara Magnús yfir. Og Latti bara horfði á fjarlægð. Ég held að var það ekki þannig? Jú, nákvæmlega. Alveg hárrétt. Já, hann bara tók yfir. Ég var ekkert þarna. Þú þurfti ekki að hafa neinir aukin þessu. Nei. Og það er út af fyrir sér dálítið skeri, sko. Það er mjög skeri. Og það er auðvitað líka kannski það sem við erum að tala um Latti lengi í lífi. Kannski það sem við erum líka, sem áhugavert sem við erum að reyna að fjalla svona þegar persónan tekur yfir. Tekur völdin. Þetta er svolítið creepy, sko. Já, þetta er creepy. Það er ekki lægi. Þær taka yfir, sko, stundum, að það bara, þú veist, og þær segja hluti sem ég myndi persónulega aldrei segja.
En ég þetta á persónu sem ég hef svona gert og mér finnst það bara beinlinni sko hættulegt að hugsa það því ég geti sendt suma þeirra í viðtal í þar og ég þyrfti ekki að hafa neinar ágjörði. Nei. Ég segi svo Þorvaldur, þetta er creepy. Þetta er ekki lagi. Nei. Ég hef búin að labba hérna nokkuð oft áður, sko. Ég var reyndar, herbyggið mitt var hérna hæðið fyrir ofan. Bæði sko fyrir 20 ára síðan og líka í fyrra. Já, í fyrra. Það er 20 ára alltaf á milli þegar ég leik í Þjóðleikhúsinu, sko. Já. Það var Oliver. Það var Oliver. Já. Svo vesalingarnir, auðvitað. Nei, blessaður. Hver var þetta? Er einhver munur á uppistandi og einleik? Sko ég get ekkert svara því eitthvað konkrétt hvað það er ekki búið að skilgreina það. Uppistand jú í hugum okkar svona, það ekki svona, fyrst og fremst grín, það uppistand innibyrð grín og það svona brandarar á færibandi. Það svona ein útskýringin á uppistandi. Gefur auðvitað það einn leikari eða ein persóna sem stendur upp á sviði og flytur sitt erindi. Einleikur getur verið bara leikrit fyrir einn leikara. Hvað kvöld? Góð kvöldið. Þið erum að leiða í kjallarinn, eða ekki? Ætlir ekki að fara fram í andir og fá kaffi og svona? Góð kvöldið hér. Blessuð og sæl, blessuð og sæl. Gangi þú vel bara? Krakkar mínir. Já, bara pói. Við sjáumst. Hér áður fyrir bara hef ég alltaf unnið við það hjá sjálfum mér að vera með svona sketsavinnu, maður býr til sketsa, einhverju karakterar og svona mikið grín. En þetta er eitthvað svona allt öðruvísi. Þannig ég sjálfur tala mig, tala persónurnar sem ég skapaði og bara svona pælingar með fólkinu í salnum, bara ræðum máli svona hvað er fyndið, af hverju hlægjum við að þessu. Já, munurinn á því að skrifa bók eða segjum skáldsögu og leikrit já, sá að á leiksviðinu þá eyðir helst ekki miklum tíma í að lýsa veðri eða lýsa umhverfi eða lýsa útliti fólks, þú vilt frekar sjá það. Og þegar þú skrifar leikrit þá viltu frekar sýna fólki atburðinn heldur en að segja frá honum svona munnlega. Og það oft svona, þetta stundum skref sem þykir flókið að stíga, öðrum ekki kannski, en að hugsa alltaf, já, það miklu skemmtilegra ef ég sé þetta gerast heldur en ef ég heyri sagt frá því. Og því ég með leikara á sviðinu og sem ætla að hjálpa mér að skapa þessar persónur sem ég er að reyna að koma hérna fram, að þá vil ég miklu frekar að þeir sýni áhorfendum hvað það er sem gerist í sögunni heldur en að þeir segi frá einhverju sem gerðist kannski fyrir utan sviðið. Heyrðu, já, hérna eru það. Hérna eru strákarnir. Þær. Já, það er rosalega langt. Góða kvöldið. Frekar. Góða kvöldið. Hæ. Nei, blessaður. Blessaður, gott að sjá það aftur. Já. Sæðast. Já, blessaður. Það er svona, mér finnst að vera mitt svona starf, það er að fá fólk til að brosa og skemmta sér. Ég vil að fólk fari út af sýningunni hlæjandi og syngjandi og bara, þú veist, í ofboðslega góðu skapi. Það er svona markmiði hjá mér með öllu sýningu sem ég hef gert og það er þessari sýningu líka. Þó hún sé allt öðruvísi uppbyggð heldur en hinnar og ekkert svona karakterar og mikið grín. Ég er bara einn á sviðinu, þá verður samt ætla ég að reyna að hafa alveg ofboðslega skemmtilega kvöldstund. Karli, þið voruð að skemmta í Þjóðleikhússkemmtarunum í gamla daga, svona fastar uppistandið þannig eða ekki, þú og Örn. Við Örn vorum hérna með fyndin fimmtudagskvöld. Já, það sagði okkur frá þessu. Okay. Og það var matur og eitthvað svona... Já, það var matur þetta. Jú, eða gat verið matur, það var eitthvað svona ímist eða. Gat verið matur, ef kokkurinn nefndi það. Ef hann nefndi þetta. Já. Og einhver hafði list. Já, einmitt, já. Jú. Þannig að þetta er hérna umhverfið svolítið rifjur upp eitt og annað. Ég er náttúrulega leikari upphaflega, fara að segja. Ég lærði til leikara og lék töluvert mikið í nokkur ár á sviði og bíómyndum og sjónvarpi, útvarpi og svona á þessum stöðum þar sem leikarar fengu vinnu.
En bara alveg lengra haldið, þá erum við bara alveg ótrúlega bara þakkláttir og finnst þetta bara þvílíkt skemmtilegt að fá því. Já. Í svona klúbum erlendis, þá eitthvað fasta crew sem kemur fram og það ofta einhver svona up and coming grínistar sko. Svo læðist ofta einn frægur gamall með sko, ekki tilkynnt sko. Og við erum að vona að fólk fái þannig upplifun í kvöld. Já, það akkurat það sem við erum að fara fram á hérna. Það læðist einn gamall hérna inn sko. Fólki fram hefur ekki hugmynd. Og ég vona að fólk fái út úr þessari sýningu þegar að pakkin eða kakan verður fullbökuð að það sjái að fyrst og fremst náttúrulega að það skemmti sér því það er náttúrulega ekki hægt að komast hjá því að mann skemmti sér og hlægi talsvert að því bara fylgjast með Ladda og hans svona hæfileikum en síðast en ekki síst þá vil ég og við viljum það allir og við öll sem stöndum að þessari sýningu að við sjáum svolítið í kvikuna á þessum stórmerkilega listamanni sem Laddi er. Bara að bíða eftir þessu að geta sko, eins og maður veit alveg að þú veist Jerry Seinfeld og allir þessi stærstu í New York, þeir mæta oft unannounced til að prófa og slípa efni og svona. Ég nú sæki minn innblástur, það bara ég svo ég segi, ég veit það ekki, það náttúrulega bara hingað að þangað eitthvað sem maður sér eða sér í sjónvarpinu, þú veist, eða eitthvað staðar, ég bara eiginlega veit það ekki, þetta svona yfirleitt ef ég að gera eitthvað, það nú bara, þú veist, maður byrjar bara að semja eitthvað og láta sér detta eitthvað í hug og náttúrulega maður á þessa karaktera þá byrjar maður að semja eitthvað upp í þá og svona en innblásturinn í raun og veru bara svona lífið, bara hingað og þangað, maður veit það ekki alveg sko, það bara allt. Ég svo hrifinn af sko þessum rúllukrabból. Þetta svona þinn grunnbúningur grínisins. Já, búinn að vera það í fjölda ára. Já. Heyrði, ég veit ekki hvort þið hafið tekið eftir því, en við erum í rosalega góðu stuði í kvöld og það góð ástæða fyrir því og ég ætla að fá að segja það hér og nú að þeir eru rosalega heppinn salur. Hvað langar þig að gera á eftir þetta? Já, það spurning sko, við erum búin að vera að ræða þetta og mér langaði til okkur langaði til að pröfa eitthvað úr sýningunni en það svolítið erfitt út af því að þetta náttúrulega ekki uppistandssýning, þetta leikrit. Málið það að við fengum símtal fyrir ekki löngu síðan frá manni og hann hringdi einn okkar og sagði já, heyrðu, gaman að heyra hvað gengur vel hjá okkur í Þjóðleikhúskjallaranum og ég rosa gaman öllu svona góðu gríni og það er kannski spurning hvort ég fengi kannski einhvern tímann að koma og kíkja á stemninguna og viðra kannski einhverja pælingar við salinn. Og að því að það var þessi maður þá sögðum við já. Ekki vera hræddur við að sko bara spjalla við salinn, spurja salinn hvað viljið þið. Og það bara komið að því. Það óvæntur gestur, óvænt uppákoma. Þú veist, það bara að sparka mig bara inn og ég ger eitthvað. Og ég ætla að fullyrða það að hingað á svið að fara að stíga ástsælasti grínisti landsins. Hugsa þetta leiðin inn bara. Hugsa þetta leiðin inn? Já, út af því að það alltaf best þannig þegar maður gefur og svo allt í einu byrjar maður bara á einhverju. Takkið vel á mótunum, sérstakur heiði fyrir okkur, Laddi Jóni Bakka! Fyrsta sinn sem ég steg á svið, þá var ég bara 13 ára. Enginn Eiríkur Fjallar og bara... Nei, það enginn, bara ég. Hefur þú ekki verið kærður fyrir grín eða? Já, það munaði litlu að ég hef verið kærður eða þanniglega að segja sko, jú. Eins og ég, maður var ofboðslega feiminn, maður gæti ekki staðið fyrir framan fólk, en ég var í einhverju gerfi, ekki máli. Ég ólst upp í sveit